Nýr kafli í íslenskri flugsögu hófst í morgun þegar flugfélagið Play fór í sína fyrstu ferð. Forstjórinn segir félagið komið til að vera. Félagið fer á markað í næsta mánuði og hófst hlutafjárútboð í morgun. Sóttvarnalæknir segir ástæðu til að slaka á sóttvarnaaðgerðum innanlands nú þegar hátt í 90% fólks á bólusetningaraldri hafa fengið fyrri sprautu hið minnsta. Viðbúið er að ríkisstjórnin kynni tilslakanir á morgun. Yfir 700 ómerktar grafir barna hafa fundist við gamlan heimavistarskóla í Kanada. Börnin voru að frumbyggja ættum en þúsundir þeirra voru vistaðir í slíkum skólum þar sem þeim var meðal annars meinað að tala sitt tungumál sitt. Vel gengur að breikka hringveginn á milli Hveragerðis og Selfoss. Breikkunin er eitt stærsta verkefni sem Vegagerðin hefur ráðist í. Veðrið lék við gesti og gangandi við gamla Burstabæinn í Laufási í Eyjafirði í dag. Þar fögnuðu ungir sem aldnir Jónsmessunni og stigu dans í tilefni dagsins. Gott kvöld. Flugfélagið Play fór jómfrúarferð sína í dag. Svipað leyti hófst hlutafjárútboð félagsins og segir forstjóri þess að Play sé kominn til að vera. Fyrsti áfangastaðurinn voru Lundúnir og voru margir farþeganna að ferðast í fyrsta sinn frá því fyrir COVID-faraldur. Löngu tímabært, sögðu þau. Fyrsta áætlunarflug Play tók á loft á 12. tímanum í morgun. Ferðinni var heitið til Stansted-flugvallar í London með rúmlega 100 farþega innanborðs. Með þessu flugtaki hefst nýr kafli í íslenskri flugsögu. Þetta er risastór dagur. Ég held að dagarnir verði ekki stærri í sögu flugfélags og í sögu þessu fyrirtækis, þannig að við erum algjörlega í skýjunum. Aðdragandinn að jómfrúarfluginu hefur verið langur. Félagið var stofnað 2019 með viðhöfn. En bið varð á að það tæki til starfa og bárust fregnir að því að illa gengi að safna fjármagni. Sú töf varð raunar blessun því skömmu síðar reið COVID-faraldurinn yfir og alþjóðaflug nánast lagðist af. Faraldurinn var nýttur til að safna fjármagni og starfsfólki og var markmið Play að verða tilbúið til að hefja sig til flugs leið og faraldrinum linnti. Það markmið náðist í dag og ekki bara fór fyrsta flugvélin í loftið, heldur hófst hlutafjárútboð félagsins í morgun. Því lýkur á morgun og opnað verður fyrir viðskipti í félaginu 9. júlí. Félagið er fjármagnað fram til ársins 2025 og segir Birgir að stefnt sé á að skila hagnaði strax á næsta ári. Félagið sé því komið til að vera þótt samkeppnin sé hörð. Sjálfsög heimamarkað er þetta Íslandi en það eru 30 flugfélög allavega sem eru að fljúga til og frá Íslandi og ennþá fleiri sem eru að fara yfir hafið. Þannig að sá hópur er stór en við ætlum að marka okkur sérstöðu með bara leiðakerfin okkar og sveigjanleikanum. Til að byrja með verður flogið til helstu borga á meginlandinu og valdra áfangastaði í sólinni, en svo er stefnt að Ameríkuflugi eftir því sem flotinn stækkar. Jómfrúarferðin lagðist vel í farþega, sem margir hverjir voru að ferðast í fyrsta skipti frá því faraldurinn reið yfir. Alveg rosalega vel, bara gaman að vera búin að fá nýtt flugfélag. Og þið að fara London, er þetta fyrsta ferðin eftir COVID? Fyrsta ferð eftir COVID og við fórum nú reyndar kortir í COVID líka til London en við erum að fara í tengiflug núna. Og hvert er ferðin heiti? Grikkland. Langþráð sumarfrí má svo segja. Já. Þetta er svona langþráð ferðalag hjá ykkur? Já, klárt. Það er langþrátt að fá að flýja Ísland. Það er alveg klárt. Það er tímabært. Hvað ætlaði að gera í útlöndum? Allt og ekkert held ég. Já. Pubbaröll. Bara sem grípur. Og gott að borða okkur. Með tilkomu Play bætist enn í ört vaxandi hóp flugfélaga sem fljúga til og frá Íslandi á ný. 20 flugfélög fljúga hingað í sumar, en þegar mest var árið 2018 voru þau 28. Það er náttúrulega einstaklega ánægilegt að það sé nýtt íslenskt flugfélag að fara í loftið og við erum búin að sjá það síðustu daga og vikur að flugið er að vænkast og við höfum væntingar það að það haldi áfram að gera það inn í sumarið. Þannig að þetta er mjög skemmtilegu dagur hérna hjá okkur á Keflavíkurflugvelli. Meira af íslenskum flugfélögum. Forstjóri Icelandair er bjartsýnn á næstu misseri. Hann segir ný hlutafjárkaup sem tilkynnt voru í gær styrkja félagið og möguleika þess til að vaxa í breyttu umhverfi eftir faraldurinn. Alþjóðlegur fjárfestingarsjóður eigi nú langstærsta hlutinn í félaginu og búast megi við einhverjum áherslubreytingum félaginu til heilla.
Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir viðræðurnar við alþjóðlega fjárfestingasjóðinn Bain Capital ekki hafa staðið lengi, en sjóðurinn hefur nú eignast 5,7 milljarða nýrra hluta í félaginu fyrir rúma 8 milljarða króna. Sjóðurinn á nú 16,6% hlut í Icelandair og langstærsti hluthafinn. Næststærstur Brú lífeyrissjóður sem á nú 4%. Það mjög jákvætt fyrir okkur og okkar félag að svona öflugur fjárfestir sem mjög viðurkenndur á þessu sviði hafi sömu sýn á okkar viðskiptalíkan og okkar framtíðarsýn og hafi mjög mikla trú á viðskiptalíkan í Icelandair. Það gríðarlega mikið bara traustsmerki fyrir okkar félag. Viðskiptin hafi átt tiltölulega stuttan aðdraganda og klárast hratt en samtalið við sjóðinn hófst í mars vegna breytinga á frachtvélum Icelandair. Og samningar kláruðu svo í gær og tilkynnt í beinu framhaldi. Kaupin styrki bæði lausafjárstöðu og eiginfjárstöðu félagsins. En auðvitað það eftirspurnin og tækifærin sem ráða því hversu hratt við vöxum og hversu mörgum starfsmönnum við bætum við. Miklar breytingar eigi sér stað í samkeppnisumhverfi flugfélaga þessar mundir. Mörg félög hafi lagt upp laupana og önnur skorið mikið niður og skilgreint sig upp á nýtt í faraldrinum. Ísland verður áfram mjög eftirsóttur áfangastaður og þar eru mikil tækifæri líka sem við ætlum að grípa í samstarfi við íslenska ferðaþjónustu. Bain Capital fær stjórnarmann og Úlfar Steindórsson stígur til hliðar sem stjórnarmaður til að rýma fyrir fulltrúa sjóðsins. Og staðan bara mjög góð ef þetta allt saman gengur í gegn. Sóttvarnalæknir hefur skilað heilbrigðisráðherra tillögum sínum að sóttvarnaaðgerðum bæði innanlands og við komuna til landsins. Sóttvarnalæknir segir að ástæða sé til þess að slaka á. Erum við að fara að sjá verulegar tilslakanir? Það eru 2 minnisblöð komin til ráðherra og þau eru bara til umfjöllana hjá ráðherra og ríkisstjórn og verður sjálfsagt tilkynnt á morgun. Á blaðamannafundi ríkisstjórnarinnar 20. apríl kom fram í glærukynningu að öllum takmörkunum innanlands yrði aflétt þegar búið væri að verja stærstan hluta fullorðina með að minnstakosti fyrir skammta á bóluefni. Núna staðan þannig að alls hafa rúm 87% fólks á bólusetningaraldri fengi fyrir sprautu hið minnsta. Og þá ekki ástæðulaust að vera með grímur og samkomutakmarkanir? Já, það allavega ástæða til þess að slaka á. Núna eru liðna nákvæmlega 4 vikur frá því við heyrðum síðast þessa vinalegu kynningu. Góðan dag. Og velkomin á upplýsingafund. Vegna heimsfaraldurs COVID-19. Nú hefur einn allra vinsælasta sjónvarpsþáttaru seinni ára lokið göngu sinni og við vonum svo innilega að verða ekki þáttaröð númer 2 þó að það hefur vissulega oft verið mjög áhugavert. Landlæknisembættið að búa sig undir að skila húsnæðinu og annarri hæði í Katrínartúni þar sem upplýsingafundirnir hafa verið haldnir. Vika frá því smit greindist hér innanlands utan sóttkvíar. Sóttvarnalæknir hefur ekki miklar áhyggjur af því að delta-afbrigði geti breiðst hér út. Niðurstöður hjá bólusettum sýna það að bólusetningi virkar ágætlega gegn þessu delta-afbrigði, sérstaklega full bólusetning, þannig að mér finnst það ólíklegt, en ég minni enn og aftur á það að bólusetningin ekki 100%, þannig að fólk getur veikst þó það sé bólusett, en það ætti að vera mjög fátítt. Börn undir 16 ára aldrei ekki bólusett þó svo að það sé til skoðunar. Sóttvarnalæknir hefur gefið út ráðleggingar þar sem að ræður öllum óbólusettum frá því að ferðast til annarra landa en Grænlands. Þau geta smitast náttúrulega og geta smitað aðra og borið með sér smitt heim og svo framvegis, þannig ég held að það sé óráðlegt eins og staðan núna. Ómerktar grafir yfir 700 barna hafa fundist við gamlan heimavistarskóla í Kanada. Stutt síðan grafir 215 barna fundust þar í landi við annan skóla. Börnin voru af frumbyggjaættum. Þúsundir þeirra voru vistaðar í slíkum skólum. 150.000 börn frumbyggja í Kanada voru tekin frá foreldrum sínum frá 1883 til 1996 og gert að ganga í sérstaka heimavistarskóla. Þar máttu þau ekki tala tungumál sitt né iðka menningu sína. Skólarnir voru 130 talsins. Talið að 6.000 börn hafi látist í skólunum þar sem þau bjuggu við illan kost og mörg voru beitt kynferðislegu, andlegu og líkamlegu ofbeldi. Leiðtogi frumbyggja greindi frá því í dag að 751 ómerkt gröf hefði fundist við kaþólskan skóla í vesturhluta landsins. Rannsóknarhópur frumbyggja hóf leit við skólan eftir að grafir 215 barna fundust fyrr í sumar við skóla í Bresku Kólumbíu. Kanadísk stjórnvöld báðust afsökunar á skólunum árið 2008 og hófu formlega rannsókn. Bandaríska söngkonan Britney Spears segist hafa verið neydd til þess að koma fram en á sama tíma bannað eignast börn og gifta sig. Þetta kom fram í máli hennar þegar hún gaf skýrslu fyrir dómstóli í Los Angeles í gærkvöld.
Spears var svipt sjálfræði fyrir 13 árum og hefur hvorki haft yfirráð yfir fjármálum sínum né öðrum þáttum í eigin lífi síðan þá. Söngkonan sagðist í gær vilja losna undan þessu og endurheimta líf sitt. Fjöldi fólks hefur lýst yfir stuðningi við Spears eftir vitnisburð hennar í gær og aðdáendur hennar komu saman við dómhúsið. So it was a lot just to know that she realizes what's going on. People were like, no, it's not true, this blah, blah, blah. And I mean, no, just to hear from the source's mouth, this is how she feels. She feels like a slave. She feels like she doesn't have human rights. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, það 13 ár síðan að Britney Spears var svipt sjálfræði. Hvers vegna þetta mál allt í einu komið á dagskrá aftur núna? Vitnisburðurinn í gær það sem beðið hefur verið eftir. Hún hefur aldrei áður í þessi 13 ár tjáð sig opinberlega í eigin persónu og hingað til hafa þetta bara verið getgátur. Það að segja að henni líði illa og hún vilji losna. Hún hefur samt haldið áfram að vinna, hún hefur gefið út plötur og haldið út í afar vinsælli sýningu í Las Vegas þrátt fyrir að hafa ekki sjálfræði. Eru til einhver önnur dæmi svona? Nei, ég held að sé óhætt að fullyrða að það eru ekki mörg dæmi að milljarðamæringur á fertugsaldri sem enn að þéna milljónir hafa ekki sjálfræði og hvað þá heimsfræg poppstjarna. Með við vitnisburðinn í gær þá líður henni ömurlega. Hún segist neitt til að vinna, hún megi ekki fara ein í bíltúr með kærastanum sínum og það sem sló fólk kannski harkalegast að hún megi ekki gifta sig. Hún sé neitt til þess að vera á getnaðarvörn þrátt fyrir að langa sjálfri að eignast börn og þetta mál hefur orðið til þess að það svona örlítil allavega vitundarvakning þetta fyrirkomulag almennt sjálfræðissviptingu og við ræddum þessi mál við formann Geðhjálpar og spurðum líka svona hvernig mál Britney Spears horfi við honum. Mér fannst vitnisburður hennar í heild sinni bara mjög trúverðugur fyrir utan það náttúrulega hún talaði mjög rætt og ég hjó eftir því að starfsmaður dómsins bað að hægja mál sitt svo þau bara næðu að skrifa það niður sem hún segði en heilt yfir þessar 24 mínútur fannst mér hún bara hélt algjörlega þræði, var mjög rökrétt í sínum málflutningi og bara heilt yfir bara mjög sannfærandi fannst mér. Héðinn segir sérstakt hversu lengi þetta fyrirkomulag hefur varað í tilviki Britneyjar. Það sem nú fyrir dómi að hún vill ekki föður sinn sem lögráðamann. Fjölmiðlar vestanhafs hafa nýlega framleitt heimildarmyndir og skrifað fréttaskýringar málið og leitt líkum að því að hann hafi sjaldan haft hennar hagsmuni að leiðarljósi. Héðinn segir hann að eiga rétt á hlutlausum lögráðamanni og faðir hennar geti ekki talist hlutlaus. Þessi sviptingarnar eða sjálfræðissvipting náttúrulega byggð á sömu lögmálum og nauðungarvistun og sjálfræðissvipting hér á Íslandi út frá John Stuart Mill þessu skaðalögmáli að hvert síða samfélag hefur það rétt að svipta einstaklingafrelsi síður hættulegir sjálfum sér öðrum. Samkvæmt lögum hér á landi ræður sjálfráða einstaklingur öllu því sem viðkemur hans persónuhögum nema grípa þurfi til þvingunaraðgerða, sjálfræðissviptingar, nauðungavistunar eða lögræðissviptingar. Héðinn segir þörf á samtali þetta nú þegar standi til að endurskoða lögin. Okkur finnst svona vant upp á samræðan þetta hvort við sem samfélag viljum svipta einstaklingafrelsi á þessum forsendum sem oft og alltaf eru huglægar vegna þess að spurningin á endanum hvenær einstaklingur hættulegur sjálfum sér öðrum og hver metur það og á hvaða forsendum. Þannig að 19. grein lögræðislaganna segir bara skýrt út að sjálfráða maður verði ekki vistaður gegn vilja sínum á sjúkrahúsi nema hann sem geðsjúkdóm. Okkur má ekki segja bara nema hann sé hættulegur, nema hann sé stjórnlaus, af því að stjórnlaus og hættulegur eru nánast jafn huglæg fyrirbrigði og geðsjúkdómar. Mjög umfangsmiklar björgunaraðgerðir hafa staðið yfir í bænum Surfside norðan við Miami Beach í Flórídaríki í Bandaríkjunum frá því í nótt. Helmingur 12 hæða blokkar hrundi klukkan 2 á staðartíma. Talið að 55 íbúðir hafi verið í þeim hluta hússins sem hrundi. Óljóst hve margir voru í húsinu en tugum hefur verið bjargað þaðan á lífi. Staðfest að einn hafi látist en ekki vitað afdrifum 100 manns. Húsið var byggt árið 1981. I was able to hear the boy that was pulled from the rubble yelling. As I got closer, I was able to see his hands sticking through the rubble, waving. And as he was yelling, I responded to him and I began to climb
the debris to try and get to him. Breikkun hringvegarins á milli Hveragerðis og Selfoss gengur vel. Þar vinna 50 manns við að leggja 400.000 fermetrar á malbiki. Gott tíðarfar gæti flýtt fyrir því að hægt verði að aka fyrstu hluta vegkaflans. Þetta ein stærsta framkvæmd sem Vegagerðin vinnur að núna, samtals 13 kílómetrar og leiðin eru 4 brýr. Áætluð verklok eru hausti 2023 og eftir það verða samgöngur greiðari og umferðaröryggi mun aukast. Og framkvæmdin felst í því að leggja hérna 2+2 veg. Þess að undirbyggingin 2+2, það eru 7 kílómetrar. En það verður gengið frá yfirborðinu 2+1. En það hægt að breyta honum seinna. Þannig að það eru 7 kílómetrar af þeim vegi og síðan eru 6 kílómetrar í öðrum vegum, hérna Ölfusvegi og vegi við Biskupstúnabraut. Áætlað að verkið muni kosta rúma 5 milljarða. Íslenskir aðalverktakar sjá framkvæmdina sem hófst í apríl í fyrra og hefur staðið yfir síðan þá. Og núna 15 mánuði seinna er verkið bara á áætlun og bara vel það. Því að sig hefur aðeins gengið hraða fyrir sig heldur en áætlað var. Hluti vegarins liggur mýrlendi og því þarf að fergja veginn. Það er gert með því að leggja ofan á hann rúmlega 2 metra þykkt farg þar til vegurinn hættir að síga. Þannig að það er eiginlega allt undir eins og en núna erum við að byrja að fjarlæga fargið undir Ingólfsfjalli og getum þá farið í alvöru endanlegu vegagerð austast á vegkaflanum næst Selfossi. Hvað fyrir mikið að malbyggi í svona verkefni? Þetta er 400.000 fermetrar af malbyggi og 500.000 rúmmetrar af fyllingarefni og fergingarefni. Það eru 3.500 rúmmetrar af steyp og 550 tonna járni í brýrnar og þetta er alltaf bara stór framkvæmdaverkefni. Hversu margir vinna við verkið? Það er að jafnaði núna 50 manns. Þá aðalega tækjamenn og smiðir í brúarsmiði. Ekki liggur fyrir hvenær hægt verður að taka fyrsta hluta vegarins í notkun. En verkið gengur vel austast næst Selfossi og við verðum bara að sjá til hvernig það þróast. Ef að tíðarfari verður eins og það er núna, þá náttúrulega er spurning hvað gerist. Já, ef tíðarfari verður eins og núna, nú kannski heldur ekki það verður að hrynja inn viðvaranir frá Veðurstofunni í snjalltæki í dag. Hvað er framundan? Einmitt. Sko, það eru komnar út appelsínugular viðvaranir og okkur finnst vissulega svolítið seint fyrir þær, en nú er fólk á ferð með ferðavagnana sína, hjólísinn og aftan í vagnana alla saman og þá bara þýðir ekkert annað en að vara duglega við þessum vindi. Þetta eru alveg 18 til 25 metrar á sekúndu á öllu norðanverðu landinu, bara frá Breiðafirði og norðurum og alveg á Norðurlandi eystra alveg svona austur fyrir Eyjafjörð. Og það verður bara hvasst strax frá því í nótt og appelsínugular viðvaranir á Breiðafirði eftir hádegi á morgun og svo á Norðurlandi vestra og eystra seint á morgun og fram á aðra nótt. Þannig að fólk verður að vara sig þegar það er að ferðast? Já, það er í raun og veru þannig að það þýðir ekkert að fara af stað á morgun ef að fólk ætlar Norðurland og býða með það bara fram á laugardag og svo þarf göngufólk að vara sig líka á miðhálendinu vegna þess að þar bráðnar snjór mjög hratt. Takk fyrir það og nánar sjálfsögðu á eftir. Og við ætlum hins vegar að fara í eina góðviðrisfrétt. Ungir sem aldnir fögnuðu Jónsmessunni í Eyjafirði í dag. Og þótt minna hafa farið fyrir hátíðahöldum tengdum deginum en áður fyrr þá lifa ákveðnar hefðir góðu lífi. Veðrið lék við börn og fullorðna við gamla Burstabæinn í Laufási í dag. Þar var fólk saman komið til að fagna Jónsmessu. Hefðir fyrir því að fagna á þessum degi en á árum áður hentaði hann afar vel til veisluhalda þar sem sauðburði var oftast lokið en sláttur ekki hafinn. Jónsmessan var mikill merkisdagur hér áður fyrr. Hún var alveg heilagur fram til svona 1770 og honum var fagnað alveg heiklust. Þetta er nefnilega í raun gömul sólstöðhátíð. Þó ekki fari eins mikið fyrir Jónsmessu í dag og áður þá lifa ákveðnar hefðir tengdar deginum víða góðu lífi. Náttúrusteinar að hafa flotið upp úr brunnum og góður tími til að tína jurtir og grös. Að ógleymdu dögginni hafa nú flestir sem vita því að það er gott að velta sér upp úr dögg á Jónsmessu nótt. Og það var að sjálfsögðu ekki hægt að fagna deginum öðruvísi en að stíga dans í sólinni.
Við vorum að sýna nokkra þjóðdansa sem að við gerum nú gjarnan af og til þessi hópur. Við erum svo sem ekki nærri allir úr hópnum núna, það vantaði nokkra. En þetta bara smá sýnishorn. En það viðeigandi að gera þetta á degi sem þessum? Já, það hentar ágætlega og það alltaf gaman að dansa í Laufási. En þessi dansar, þetta eitthvað sem þú getur kennt manni sem er? Já, alveg klárlega. Og svo 2 engar og svo 1 til vinstri. Minn ofan í kiðargil. Sko, ekki vann. Já, þessar hátíðir eru við á norðurhveli. Sankt Hans var í Danmörku í gær, Sankt Hans kvöld, og midsommar-afton í Svíþjóð á morgun, þannig að á norðurhveli jarðar verið að halda upp á sumar sólstöður og það að sumari sé hámarki. Við ætlum að segja ykkur frá því að í Kastljósinu í kvöld ætlar Einar Þorsteinsson að ræða við Þorbjörgu Helgu Vigfúsdóttur, framkvæmdastjóra, og Auði Jónsdóttur rithöfund þau mál sem að hæst hefur borið í umræðunni það sem að af þessu ári. Þetta verður síðasti Kastljós-þátturinn fyrir sumarfrí og hann verður sendur út þegar Edda Sif Pálsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Helgi Sveinsson, fyrrverandi heims- og Evrópumeistari og ólympíufari í spjótkasti, hefur ákveðið að hætta keppni. Hann verður því ekki meðal þátttakenda á ólympíumóti fatlaðra í Tókíó í haust. Regnbogalitirnir voru áberandi víða í Þýskalandi í gær, í þeim tilgangi að styðja við baráttu hinsegin fólks eftir að Evrópska knattspyrnusambandið ákvað að gera það ekki. Endalok útivallarmarkareglunar, bikarkeppni í fótbolta og Íslandsmeistarar í skák í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá verða helstu fréttirnar hjá okkur í kvöld. Nýr kafli í íslenskri flugsögu hófst í morgun þegar flugfélagið Play fór fyrstu ferð sína. Forstjórinn segir félagið komið til að vera. Félagið fer á markað í næsta mánuð og hófst hlutafjárútboð í morgun. Sóttvarnalæknir segir ástæðu til þess að slaka á sóttvarnaaðgerðum innanlands nú þegar hátt í 90% fólks á bólusetningaraldri hafa fengið fyrri sprautu hið minnsta. Viðbúið að ríkisstjórnin kynni tilslakanir á morgun. Yfir 700 ómerktar grafir barna hafa fundist við gamlan heimavistarskóla í Kanada. Börnin voru að frumbyggja ættum með þúsundir þeirra voru vistaðar í slíkum skólum þar sem þeim var meðal annars meinað að tala tungumál sitt. Vel gengur að breikka hringveginn á milli Hveragerðis og Selfoss. Breikkunin eitt stærsta verkefni sem Vegagerðin hefur ráðist í. Já, veðrið við ætlum að fara núna að segja ykkur frá því að þessu bara það bil að ljúka hjá. Já, nei, hérna segjum ykkur síðast frá því að við sáðum í fréttunum undir lokin að í veðri lékum við gest og gangandi við gamla burstabæinn í Eyjafirði, í Laufási, þar sem að Jónsmessunni var fagnað og það var stiginn dans í tilefni dagsins og reynt að kenna Óðni Svan fréttamanni okkar að dansa. Áhorfendur verða að meta hvernig það gekk. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. Svo minnum við á RÚV appið en þessum fréttatími lokið. Verið sæl.